og viltu hætta að lesa tíðahjálm? Nú þarf þú að hafa einbeitingu. Já, fyrir þáttinn. Já, það var hérna... Við vorum að tala á þann rungarana á Kúbu og við skulum aðeins halda áfram með sögur á Kúbumönnum. Einmitt, það var saga sem nú hérna heyrði ég skemmtilega sögu. Já. Það var kona sem ég þekki sem fyrir alllöngu síðan var stödd á Kúbu og í góðum feeling, í góðu veri og bara með blævæng og pina colada og hérna var í tíum við þarlendan mann sem að var ekkert óeðlilegt Nei. Og hérna og þau sem sagt og þótti bara eðlilegt þar og þó að kannski einhver myndu kannski horfa tvisar ef það gerist hér að íslensk kona var í tíum við Kúbumann en ekki þar, nei en hérna sem sagt þau eru þarna einhvern mann í góðum feeling og svo á hún son sem er þarna er hann eitthvað 10 ára gamall og hérna eitthvað að þér? Heyrðu þetta hljóð? Nei, og vildu bara gjörsamlega halda á hann. Jæja, hvað sér þér? Og hérna svo er maðurinn einhvern tímann að spyrja drenginn ert þú ekkert farinn að kíkja á stelpur? 10 ára og svo nei, lítið gert af því já hvað auðmýkjaskapur það og svona og svo ég er bara ekki áhuga á því sko ekki spenntur fyrir því sko já það er nú ekki bara eitthvað rugl sko það er nú hérna segir Kúbumaðurinn og vill endilega koma honum í 10 við einhverja stelpur hann segir nei ég hef ekki áhuga á því og svona síðan fer hann að tala við móðurina og spyr hana viltu að ég svona farið með strákinn og kannski lefa honum að taka í svín eða eitthvað og hún segir, byrju hvað með þessu og þá var það sem sagt, þá var það viðtekin bara regla sem sagt venja á Kúbu að menn sem sagt ungir strákar að svona fyrsta kynlífsreynsla þeirra er gjarnan með svínum sko. Já og hérna og þá þetta ungir já og fara svona og gamna sér aðeins með svínunum sko. Og svínin hafa alveg lúmst gaman að þessu líka og allir skemmta sér mjög vel sko. Þannig að þetta var svona málið sko. Þannig að þarna hafði auðmýkja konan uppgöt á það að hún var í 10 við mann sem hafði elskast með svíni Já, þetta er skemmtileg saga Já, og svona það er gaman að þú uppgötar eitthvað svona og það er líka svona óvæntum elskuðaðinn Já, það er líka svo gaman sko þegar fólk er að segja þér eitthvað og hérna, það blíðar sín ekkert fyrir það, skilur Nei. Það er ekki sko sem sagt Það dettur það ekki í huginn Nei, þegar menn rjúka upp á mannamótum og segja, ég hef borðað mannakjöt þú veist, og eru stoltir af því, skilur við og hérna þannig að það er alltaf gaman að reka svo svoleiðis fólk það er mjög ánægilegt maður hefur kynst svona nokkur svoleiðis einstaklingum í gegnum lífið, sko en hvað eru okkar ágæti Technomen Já, nú var búist við því að við spjöllum lengur saman og sem við skulum og gera Heyrðu, en hérna þú ert voðalega lítið fyrir Heitulöndin Já og hefur þar alveg ekki komið til Kúbu Nei, ég myndi aldrei fara þangað Nei. Hvert myndur svona helst fara núna ef þér byðist að fara í sumar kannski Veistu hver er aðalástæðan fyrir því að ég myndi aldrei fara til Kúbu? Það segir mér frá því Ég sagði að flugvélin myndi hrapa einhvers staðar nálægt Kúbu og þarna eru konar 2 af mínum sem sagt hræðilegustu fóbíum sko. Það er flugslys og hákallar sem sameinast allt í einu sko. Það er allt krökt af hákallum í kringum Kúbu Þannig ég myndi aldrei Ég myndi óttast mest sko, ef að flugvél mín myndi hrapa við strendur Kúbu þarna á milli Kúbu og Miami Já Það var svo hrættur sko að ok, ég myndi bjargast en af einhverjum flottamannabáta eða einhverjum gúmmibáta svona flotta banana Já myndi bjarga mér sko og
og mér komið í svona sóttkví, sko, með öllum kúbumönnunum, sko. Já. Og allir held að ég væri kúbverji, sko, að reyna að flýja til Bandaríkjanna. Já, einmitt. Og jafnvel yrði aflífaður eitthvað og myndi enda líf mitt bara svona með einhver Scarface. Já, ég hræddast það, sko, ef ég myndi lenda, fyrir utan að ég myndi sleppa við hákarlana, lifa af flugslýsi, sleppa við hákarlana og kannski reka á strendur í Flórída, að þá ég tekinn og settur í fóstur hjá einhverju fólki og alveg sama, hvað foreldrar mínir hér myndu segja, skilurðu, þeir fengi mig ekki tilbaka, sko. Ég bara, ég settur í fóstur bara einhvers staðar hjá einhverju fólki í Bandaríkjunum og hérna... Foreldrar þínir hérna á Íslandi var að reyna að fá þig tilbaka, það gengi ekki, en allir held að þeir var í Kúbu. Já, og hérna, og síðan bara eftir 2-3 ár þá myndi ég gleyma því hver ég væri og hvaðan ég kom og svona, og bara vera svona Ameríkani. Ég svona hræddastu við það, sko. Já, ég hræddur með þetta líka, bara vera kannski settur í fóstur, vera bara einhvern svona Scarface og vera sendur í fóstur hjá gömlu fólki í Flórída, sko, og Miami kannski, þú veist, Miami Beach, eitthvað, eldgamalt fólk sem að deyr síðan kannski eftir 2-3 ár og þá ég bara móðlýsingi, sko. Þetta ótrúlegt. Þetta ótrúlegt.